Góða kvöldið, áhorfandi góður og velkomin að leik Vestra og Hamars. Toppslagur í deildinni. Ég ætla að byrja því að kynna liðin, byrjum á liði gestana. Það er númer 5, Marko Mlekic. Númer 6, Everett Lee Richardson. Númer 7, Geir Elías Úlfur Helgason. Númer 9, Kristinn Ólafsson. Númer 10, Gabriel Sindri Möller. Númer 11, Dovítas Strasunskas. Númer 12, Oddur Ólafsson. Númer 13, Arnór Sveinsson. Númer 14, Florian Jovanov, sem ættir að vera öllum hnútum kunnugur hér. Spilaði hérna með Vestra fyrir nokkrum árum. Og þjálfari Hamars er Mate Dalmæ. Nú, þá er það liðið Vestra. Það er númer 2, Ingimar Aron Baldursson. Númer 4, Hilmir Hallgrímsson. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Helgi Snær Bergsteinsson. 8, Haukur Hreinsson. 9, Nebosa Knesevic. 10, Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson. 11, Rúnar Ingi Guðmundsson. 12, Hugi Hallgrímsson. 13, Kristóf Duda. 14, Andri Hughes. 15, Nemarja Knesevic. Og þjálfari sem fyrr er Yngvi Páll Gunnlaugsson. Og dómarar hér í dag eru Friðrik Árnason og Sigurður Jónsson. Eins og ég segi, þetta er toppslagur. Deildin virðist nú vera að skiptast svolítið í tvennt. Það er þarna 5 lið sem eru með, eða 4 lið sem eru með 8 stig og 1 lið með 6 stig. Það er Höttur í 5. sæti en á 1 leik til góða. Það verður nú gaman að sjá. Og svo eru 3 lið þarna neðst, Selfoss með 2 stig, Sindri með ekkert stig ennþá og heldur ekki Snæfell. Það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast í vetur og hvort að þessi þróun verði svona áfram. Ég ger nú ráð fyrir að liðin í neðri hlutanum fari nú að býta meira frá sér. En þá förum við að byrja þetta bara. Já, þetta er ekki best í kynni mig, ég heiti Baldur og vil vera með ykkur hérna í kvöld. Og þá er allt að verða til reiðu. Og Vestur nær boltanum. Missir Andri boltan klaufalega og Everett fer upp og að brota á honum. Þetta var vel gert hjá Everett en á móti samanskapi ekki nógu vel gert hjá Andri. Everett er mjög öflugur sóknarmaður. Skorar held ég að meðaltalið rúmlega 30 stig í leik. Þannig að það verður erfitt að eiga hann í þessum leik ef hann er að halda því formi. Og hann setur bæði víti niður. Nokkuð öruggur á línunni. Og Andri kemur upp með boltan hérna og aftur stilur hann boltanum á honum. Og far aftur, hann skorar og far hérna víti auki. Þetta var ekki drauma byrjun hérna hjá Vestra. Það verður nú alveg viðurkennast. Ég er ekki alveg átt að bæði af hverju Andri er að koma upp með boltan. Það er sérkennileg ráðstöfun hann í byrjun. Og hann skorar hérna, hann er komið 5 stig eftir 25 sekúndur. Já. Nebo kemur upp boltan, já þetta er mjög fallega gert en hann næri ekki að klára þetta. Já, skynsamlega gert þetta. Finna
Florian dræfur á körfuna, en það ekkert. Já, dæmdi fótur á hann, Sintisberg, til það sparki boltan. Og þeir ætla að mæta Vestramönnum mjög framalega á vellinum, það alveg ljóst. Setja kannski pressa á boltan. Og það mjög eðlilegt að broti á Hilmi á Huga segi ég. Það að gera að koma boltanum niður á Nemanja. Það hefur virkað ágætlega í undanförnum leikjum. Að gera að halda því áfram sem vel gengur. Og Hýi setur fyrra skotið sitt niður. Það klikkar á seinna en Nemanja nær frákastinu. Ingi var hérna með boltan. Ákveður að stilla upp. 10 sekundur eftir að skotklukkunni. Já, frábær sending hérna. Og Andrei sem að klára þetta með auðveldu leiðarpi. Florian með þriggjastaðskot, klikkar hérna. Já, þetta nú skýtir aðstöðum. Mér sýndist nú boltinn fara af Hamarsmanni hérna. Nú fer skotklukkan að segja til sín. Þeir verða að fara að skjóta. Þeir ná frákastinu, frákastinu. Þetta ekki alveg. Menn verða að stíga aðeins niður og Everett með þriggjastaðskot. Klikkar. Já. Florian setur boltan út af. Og Vestramenn eiga greinilegt að þeir ætla að selja sér dýrt. Þeir fara í öll sóknarfrákust. Þeir duglegir í því. Og þeir ætla að mæta þeim mjög framalega. Þannig að þetta verður svona, já, maður mann allavega öllin bara. Já, nú er ráð að koma boltanum inn á Andrei, en það gengur illa, þeir frontan. Og Nebo með skot, klikkar. Þetta er mögulega svona við að landa skref hérna hjá hann, sýndist mér. Þetta nú allt og auðvelt. Leikmaður númer 5, hérna Marko, hann bara lægði sig hérna vörðin og tekur auðvelt sniðskot. Já, þetta er ekki alveg að gera sig. Nei, þetta er Florian tekur hérna einfalt alveg á auðum sóknarfrákast. Það er alltaf mikill asi í þessu eitthvað núna. Það er mikill asi í Vestramönnum. Það er mikill hamagangur í öskjunni hérna. En nú þurfum við Vestramenn bara að stilla upp, held ég. Gefa sér tíma í þetta. Koma boltana niður á lóðpóstinn. Já, fín boltarhefing hérna og fínt skot. Fór því miður ekki onni. Það er Vestramenn þá. Hann er nokkuð snöggur á fótunum, hann Everett, ekki ástæðulaus, hann er að skora yfir 30 stig að meðaltali í leik. Þetta var góð hugsun í Huga hérna og enn og aftur kemur hann og Everett og skora. Já, ég held að þetta hafi nú verið tímabært, taka leikli hjá honum Ingva. Það er búið að vera full auðvelt, þeir ætla greinilega að keyra upp hraðan Hamarsmenn. Það er allavega að minnst ákvæmst að virka eins og til að byrja með. Þeir eru greinilega vanir því að vera
að skora mörg stig. Skora meðaltal 98,8 stig í leik á móti 88 hjá andstæðingunum. Þannig að þetta er svona sjálfsagt bara taktikinn hjá þeim að keyra hraðan upp. Og ég tala ekki að mæta ef þeir ætla að spila maður og mann allan völlin, þá er svona líkur á því að þessi leikur verði svolítið hraður. En þá þarf Yngvi að finna eitthvað til þess að einhver ráð við því að þeir geti stjórnað leiknum vestramenn, ekki láta Hamarsmenn stýra hraðanum. Spurning hvort að Yngvi fari í svæðisvörn núna. Búin að vera að byrja í maður og mann. Staðan er 3-13 fyrir Hamri, 10 stiga munur bara þegar rétt tæpar 4 mínútur eru liðnar á leiknum. Það er ekki endilega góða fréttir fyrir vestra. Já, nú er bara spurningum að vera skynsamur og stilla upp. Já, þeir eru duglegir að trufla þá, þeir eru alltaf með hendur í andlitinu á þeim og ofan í þeim svona. Það getur verið Hugi með þriggjastaðaskot, klikkar en já, og þeir keyra strax. Númer 11 tekur frákastið og þeir eru að rífa niður hvert sóknarfrákast á fætur öðrum. Dóvítas var hérna bara á auðum sjó. Það er brotið á Huga. Þið verður að horfa á alla leikinn. Yngvi frekar ósáttur með sína menn. Það er skipting hjá Hamri. Útaf fyrir Oddur og Marko. Inn á koma Kristinn og Gabriel. Já, þarna náði Nebo að búa sér til gott pláss og að gera þetta bara nokkuð vel. Bjóð sér til gott pláss þarna og kláraði þetta auðvitað. Vestri heldur áfram í maður og mann. Þetta var bara ljómandi fallega gert hérna hjá nummer 13, Arnór. En, já, hefði nú mátt klára þetta, svona alla jafna hefur hann gert það, en þetta var góð villa. Og það er skipting á vestra, bræðurnir skipta. Hilmir kemur inn á fyrir Huga, hann hefur manni á vítalínunni. Setur fyrravítið, örugglega. Það klikkar á seinna, en Andri náði frákastin, já, tekur frákastin. Brotið á honum og hann skorar frá vítaauki. Þetta var vel gert. Andri er tæplega 60% vítaauskipta. Það setur víti. Vel gert. Kristinn með boltan. Það er Gabriel. Það er sóknarvilla hjá Hamri. Einhver ólögleg hindrun þarna sýndist mér. Já. Það er skipting. Florian kemur inn á og leikmaður nummer 11, Dóvítas fyrir út af. Já, þeir setja góða pressa á boltan. Þetta var, já, þetta er vel gert hjá
Nebo, vel gert. Hann hafði hæðina þarna. Talsvert hærri, þetta var mismatch. Það var kallað. Þeir setja upp, hérna gefa þessi tími að stilla upp. Koma boltanum á Everett. Þetta var sérstök hreyfing hjá honum. Misti boltan þarna. Hann verður að taka skotið. Og setur hann næstu því. Og nema með frákastið. Úff. Já, skynsamlega gert hjá hérna Hilmi. Já, og Nebo sem fær villuna. 2 skot. Það er búið að segja tóktalega vítaskipta á 75% vítaskipta og nú tekur Hamar leikli. Enda Matti sjálfsagt ósáttur við það að Vestri er búinn að ná þessum niður í 6 stig á stuttum tíma. Það er spurning hvað hann tekur til ráða núna. En Ingu hefur ákveðið að halda sig við maður að mannvörnina. Ekkert hik þar. Vestramenn eiga 2 vítaskot. Já, það eru 2 skot. Já, hann setur fyrra skotið. Ég er búinn að segja 75% vítaskipta. Setur bæði honni mjög öruggt hjá honum. Honum leiðist ekkert að dribla boltanum svo sem honum Everett. Og heppinn að missa ekki boltan hérna. Þeir eru duglegir að setja skrín fyrir hann, en þetta er ekki ástæðulausu að gera það. Setur hann á 3 stiga skot. Já, góð boltapressa þarna. Og vel gert þarna, já! Brotið á honum. Þetta var svona hálf kaotískt allt saman. Aldrei var búinn að missa boltan, náði honum aftur. Sendi svo inn á Nebósi sem var gal opinn út í körfunni og hann skorar og fær víti auki. Það var örugglega ekki eins og þeir höfðu teiknað þetta upp. Ég var það stórlega. Já, Nebo setur vítið, öruggar á vítalínunni í dag. En sem komið vera mest úti. Já, hann ætla greinilega bara verið í þessu að skora í dag. Þetta var tiltölulega auðvelt. Já, eins og við sjáum sko þá eru Hamarsmenn að reyna að þvinga Vestra í einhverja vitleysu með að setja svona pressa á boltan. Já, frábærlega. Já, hei! Þetta var nú eitthvað, kannski var þetta rétt, ég þori ekki að fullyrða það sko. Ég sé þetta. Já, þetta er nú bara sennilega rétt dæmt. Með það sem ég sé hérna í endursýningunni. Hjá mér. Já, hann ætlar að
án efa að fara á körfuna og hann gerir það. Það eins og ég segi, honum leiðist ekkert að leika sér þess með boltan en Mattheu, þetta hefur kannski verið dagskipunin hjá honum bara. Það er innkast. Þetta er góð barátta þarna frákastið en hver annar Nemanja nær frákastinu. Hann er ekki óvanur því að taka frákast. Já, þarna var smá misskilningur í gangi. Við sjá hvað gerist. Fín boltarhreyfing. Já, þetta er svolítið svona, já, ég bjóst alveg þetta riðla. Þetta er svolítið svona, kannski lítil fjölbreytni í sóknarleiknum hjá Hamri eins og er. Og enda tekur Mate, það er skipting hjá Hamri núna, Mate tekur Everest út af og Gabriel. Nebo fer á vítalínu og setur fyrir að víti onni. Hann er búinn að vera öruggur eins og ég segi. Hingað til í leiknum, heldur því áfram. Þetta kemur oftur upp á boltan. Já, fín. Þetta er fínt flæði svona. Boltinn látið ganga vel og þessi leikmaður er alveg ágæt skytta. Geir Elías, mjög góð skytta. Setur þarna þriggja-stefskot. Og lætur varnarmanninn sig vita af því. Það er það ekki. Andri með tveggja-stefskot. Setur það. Vel gert. 5 stiga munur, 25-20 fyrir Hamri. Oftur með þriggja-stefskot, klikkar hérna á sónafrákastinu. Og Geir Elías missir boltan hana, en góð barátta hjá Oddi, fer í boltan og þeir fá uppkast. Pílan sýnist með stefna. Sýnist þeir í að boltan. Það er skipting hjá vestra. Nemanja og Nebojsa fara út af. Gulli kemur inn á og Haukur. Hreinsson. Það er leikmaður nr. 5 sem að Marko, hann fiskar þarna villu. Eftir gott dræf frá Kristni sýndi sem er að vera. Já. Hann setur það niður. Og setur síðan Vitir líka niður, hann er tæp 80% vítaskytta, þannig að má alveg búast við þessu. Já, Andri með stuttan jump, middle range jumper eins og það kallað.
betra, hann nokkuð öruggari að þessu færi, virðist vera. Það voru bara 10 sekúndur eftir, þannig að ég ger ráð fyrir að Hamar klári síðustu sóknina með skoti bara. Það væri það skynsamlegast. Oddur Drævar. Nei, þeir ná frákastinu og það er brotið á Dóvítas. Akkúrat þegar leiktíminn var renn út. Þannig að hann fær 2 víti. Þetta var vel gert. Hamri. Hann klikkar á fyrra skotinu. 1 skot eftir. Hann klikkar á báðum. Óheppinn þar. Hann er nú samt alveg ágætis vítaskytta, hann á eitthvað 80% skytta. Þannig að þetta var svona út úr karakter hjá honum. Þessi leikur hefur verið svolítið hraður. Hamar er að spila maður og mann allan völlinn og setja bara ágætis press á boltan. Þannig að þeir hafa náð að stela boltanum nokkuð sinnum og fengið auðvelda körfu sérstaklega í byrjun. Svo eftir leiklið hjá Yngva þá náðu þeir aðeins að stemma sig af vestramenn. Gáðu sér aðeins meiri tími í sóknina og náðu aðeins að minnka bilið. Það var komið upp í 13 stiga mun. Þetta er fljótt að gerast í körfunni eins og við vitum. Fljótt að breytast. Það er engin, það eru 3 leikmenn hjá Hamri með 2 villur eftir fyrsta leiklutan. Það er Marko og Gabriel og Dóvítas. Og Everett er komið með 14 stig eftir fyrsta leiklutan. Og Vestræn Nebósa komið með 11 stig eftir fyrsta leiklutan og Andri 9. Hugi með 1 og Nemanja með 1. Og engin villu vandræði þar. Þá byrjum við á öðrum leikluta. Já, brotið á Nebósa, Oddur brýtur á hann og viðurkennir villuna strax. Haukur tekur innkastið. Kemur boltanum inn á Nemanja. Þetta er það sem þið vilja. Já, flott sending. Hann er bara ljómandi góður sendingamæður. Tekur, missir, uppkast. Og Hamar á boltan. Sýndist að það vera þriggja skoti á Huga. Það hlýtur að fara að detta. Henni Everett. Já, fín sending. Og gott. Skot hérna hjá Geir. Já, og Gulli keyrir á körfuna. Ætlaði að gefa þarna Nemanja en Dóvítas sá við hann. Oddur Drævarinn. Já, þetta er svolítið tilviljunarkennt hjá Hamri eins og er. En þeir virðast alltaf geta dræfað inn miðjuna sem er ekki góðs viti. Menn verða að loka miðjunni. Já, hann tekur þriggjastaðarskot og í svona hálfpartir feita við þriggjastaðarskot. Frábær sending. Hugi með boltan. Já. Þetta er svona
skemmtilegt þegar boltinn gengur svona hratt og vel á milli en það hefði mátt lukkast betur fyrir vestramenn þar að segja. Og Nebojsa Víi Haukur með þriggjastaðaskot. Fínt skot, náði ekki að setja það. Nemanja með boltann. 8 sekúndur á skotklukkunni. Everett keyrir á körfunni eins og venjulega. Og það er brotið á honum. Þetta byrjaði á klaufalegri sendingu hjá honum Nemanja. Ætlaði að senda með annarri hendi. Og Everett með að slæða hendin í boltann. Og svo endar það með að broti á Everett sem að keyrir á körfuna. Hann fer á vítalínuna. Hann klikkar á fyrra skotinu. Hann er nú rétt rúmlega 60% vítaskiptar. Setur setna skotið henni. Og Ingimar er komin inn á. Skiptið við Gulla. Þeir eru greinilega fókuseraði á það að tvöfalda á Nemanja. Frábært kött þarna hjá Nebojsa. Tekur skot en klikkar á. Það er brotið á Andrei hérna, sýndist mér. Oddur brýtur á honum. Vestri fær innkast. Það er skipting í Hamri. Út af fyrir Dóvítas og inn á kemur Florian. Sjáum hvað gerist hér. Haukur fær boltann uppi. Ingimar galopinn hérna með þriggjastaðaskot. Klikkar. Þetta er meira svona bara dribbla, drive og dish hjá. Þetta var nú næstu því vel gert þarna hjá Geir. Andri sá við honum. Þetta er nú mjög öflug og grimm vörn þarna á lógpóstinum, sýndist mér. Og Florian fær hérna auðvelt layup, klikkar. Nemanja. Nú ætlar hann að taka. Brotið á Nemanja. Það var svolítið tilvíðan að kennt hérna. Þeir ætlaðu að taka alley-oop hérna fyrir Andrei en sendingin var aðeins og há. En það endaði við því að það hefði brotið á Nemanja undir körfunni. Leikmaður, það var Florian, sýndist mér. Nemanja setur fyrra skotið á henni. 5 stiga munur. Hann klikkar á seinna skotinu. Vel gert. Vel gert hjá Andri. Það er að komast þarna inn í sendingu. Það er brotið á Nebojsa. Það er Everett. Brýtur á honum. Skipting. Út af fyrir Geir. Elías og Oddur og inn á koma Gabriel og Arnór. Nú er einhver reikistefna á ritarabólinu. En þetta er allt í sómanum. Þarna meiðir
Arnór meiðir sig eitthvað þarna. Nei, og það dæmt sóknarvilla. Ásetningur. Bíddu nú við. Nú ég ekki... Ég misti nú að þessu. Það villa á Nebósja. Ásetningsvilla. Ég held að séu mjög margir hérna sem áttu sig ekki alveg á því hvað gerðist. Arnór setur fyrir að vídeóni. Það klikkar að setna. En Nebósja koma óánægju sinni á framfæri. Hann er ekki sáttur við þetta. En dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér. Það er bara þannig. Já. Þetta, já. Nei. Þetta var fallega gert. Góð tróðslag en hérna opnaðist miðjan bara eins og ég veit ekki hvað. Andri dræfur á körfuna en og nefnir hann frákastinu. Það er ekkert, hann ætlar ekki að klára þetta. Hann hefur komið 3 sóknarfrákastin held ég. Já. Enda með því að brota á honum. Það var svolítið mikið hnoð þarna. Verulega mikið hnoð sem endar með því að hann tekur 3 sóknarfrákastinir fyrir og að lokum fær hann villu. 2 skot. Það setur fyrir að víti niður. Og setna líka. Já. Við komum hérna að stilla upp og þetta er nú svolítið ótöfubort skot hjá hann Arnóri. Þeir hefðu getað, það syndist nú. Já. Þeir fá að fálma svolítið svona virðist vera. Já, Andrik reynir þetta að leiða upp, smá snúning. Hittir ekki en nefnir að fylgja vel á eftir og klárar þetta. Sóknarfrákast og Karfa. Já, backdoor cut. Það er bara vel gert. Engin hjálp hins vegar hjá Vestra. Já. Þeir eru alltaf með hendurnar í andletina á þeim, þannig að það getur verið pirrandi til lengdar. Tala ekki þeir fá að... Já, þetta er alveg ótrúlegt. Þó tók þetta bara snúning eins og einhver ballettdansmær sem var reyndar alveg að detta, en hann náði að klára þetta. Þetta var bara mjög vel gert. Alltaf gaman þegar menn ná að klára svona. Víti auki og hann setur það, já, alveg, bara solid á línunum. Já, nú stilla þeir upp. Já, þeim leiðist ekkert að dræfa á körfuna, það er alveg. Og Nebósja klárar þetta. Alveg bara stórkostlega vel, bara einfalt, létt og laggott. Og nú er ekki náttúrulega einstakt munur allt í einu. Þetta er fljótt að gerast. Já. Nú er
Kristinn eitthvað meitt sig þarna, fengið högg að líkindum. Dómarinn stoppar þetta. Þetta í andlitinu á honum. Þeim ber að gera það, skilst mér. Ef það höfuðhögg og stoppa leikinn strax. Skotið bara í andlitið á Ingiberði þarna. Nú kemur Andri, þetta flókið skot. En gott frákast hjá Nemanja og hann klárar þetta. Þetta var mjög snúið skot hjá honum Andri. Þannig að feita með einhver. Já, klaufaleg villa. Ætlaði að stela boltanum hann en fór aðeins svo langt. Brakst í sýndist mér Arnór hann. Og hann heldur áfram að dribbla. Já, og Ingimar stölu boltanum hann, vel gert. En missir svo boltan. Óheppinn þarna. Þetta það sem að einmitt vörnin gefur manni stundum þegar maður aggressífur. Þetta bara galandi skot. Það var Kristinn Sær þarna en hittir ekki. Já, flott sending og vel klárað hjá Hilmi. Flott sending á Nebojsa. Vel klárað. Það ætla greinilega að leyfa Kristni bara að skjóta. Hann Nebojsa fellur bara langt frá honum og bara tilbúinn í hjálpina. En þarna voru búin að doppeltíma og þá var Florian galopinn og það brotið á honum og Nebojsa með sína þriðju villu. Þetta nú ekki alveg það besta sem að hægt að hugsa sér fyrir vestra þar að segja. Þriðja villan var 3 mínútur eftir að öðru leikluta. Florian á línni, klikkar á fyrraskotinu. Þetta getur ekki verið jafnara. 36-36. Setja víti, skipting. Marko kemur inn á fyrir Florian sýndi mér. Það er leikli. Mati tekur leikli. Nei, Yngvi tekur leikli þegar ég. Vill koma einhverjum skilabóðum, mjög mikilvæg skilabóðum til skila, trúi ég. Þetta er búið að vera svolítið, já, nokkuð athyglisvert. Það sem að Yngvi þarf nú kannski að gera pínlítið að stoppa gatið í miðunni og gera mönnum aðeins erfiðara fyrir að fara þar í gegn. Þannig að það alla jafna opnast allt saman þegar menn dræfi miðuna. Og samanskapið þarf Mati væntanlega að reyna að stoppa Nebo. Hann hefur líka verið að dræfa svolítið á körfun og skapa fyrir samherjana. Já, þeir ætla að halda áfram og taka maður mann allan völlin bara. Já. Hugi kemur boltan, algjörlega óhræddur við það.
Þeir eru duglegir að pressa á flott sending hérna. Vel gert hérna hjá. Það er eitthvað að gerast. Þetta var virkilega vel gert. Létt pick and roll, þetta þarf ekki að vera flókið. Sérlega vel gert þarna hjá Huga, gott. Það nýtti skrínið vel og setta þarna góða svona lopsendingu. Lenda á hárréttum stað. Fyrir Andri og nú eru konur í 2-3 svæði. Já. Hugi er nú með frekar langar hendur þannig að hann nær að trufla koma hendin inn í sendinguna þarna. Komnir í 2-3 svæði. Ég ætla að prófa að sjá hvernig það gengur. Já. Þetta er fín boltarhreyfing. Það er dræfa. Já, og nú tekur Everett þriggjastaðarskot nokkuð fyrir utan. Ég held að Ingi sjálfur sáttu við það. Þá taki þriggjastaðarskotið 1-2 metra fyrir utan þriggjastaðarlínuna. Gott frákast þarna hjá Marko. Nei, þetta. Já. Það var þá skynsamlegt að gera þetta svona, leyfa honum ekki að klára. Þá komið villa þarna á var þetta villa á þetta hefur verið dæmt villa á Ingimar. Þetta settist þar svona nánast upp á baki á honum. Upp á baki á honum Dóvítas. Hei. Þetta er þriðja víti sem hann klikkar á hérna í dag. Þrátt fyrir að vera með held ég 80% nýtingu. Setur setna vítið. Já. Við sjáum að þetta getur verið pirrandi að vera alltaf með menn í andlutinu allan völlin. Þetta er bara vel gert. Það er að gera. Já. Það var 2 skot, það er komið bónus. Broti á Huga. Ég er bara nokkuð öruggur með boltan hérna. Þrátt fyrir trafík. Og það er skipting, inn á kemur Florian fyrir Marko. Þeir eru duglegir að rótera. Þeir eru bara 9 mættir hérna finnst mér. Og Hugi setur seinna vítið. Og nú stillar upp á móti svæðinu. Sjá hvað gera. Já, hvað gerist nú? Það er dæmt villa hana sem er að mörgu leyti mjög óskiljanleg, held ég. Dæmt villa á Nemanja. Boltinn kemur hérna inn á miðuna og já, ég veit ekki hvar þessi villa var. Þannig ef við það 2 víti og setjum fyrra vítið. Hann er komið 21 stig í fyrri hálfleik. Og 22. Já. Þetta er svolítið það sem að þetta er bara skynsamlega gert. Frábærlega gert hjá drengnum. Færir þetta bolt, þetta er bara, ég veit ekki hvað sko, þetta er bara listform. Þetta er spurning með skref þarna. Jæja, það er stæðisvöldin áfram. Koma boltanum inn í, já þetta er fín vörn, þeir eru alltaf mættir, það er flott. Já, þetta var nokkuð vel gert þarna. Það er alltaf gott þegar menn eru með, hérna, já, það er vestur á boltan.
Alltaf gott þegar menn eru með hendur í skotmanninu. Hendur upp á móti skotinu. Það kann góðri lukku að stýra. Já, nú skorar Nemanja. Nei, þetta var bara, já, ásetningsvilla. Þetta var nú eitthvað, ég sá þetta nú ekki alveg. Mér fannst þetta nú ekki vera það gróft, en jú, hann svona dundrar honum niður. Þannig að hann hefur túlkað það sem svo að hann hefur ekkert allt og mikið verið að reyna við boltan. Hann náði nú samt boltanum. Boltið fór beint niður. Já, þetta er fyrra vítið. Vesturinn fær sér 2 skot á bolta. Og setja veitir, það er bara búin að vera solid á línunni í dag. Mjög öruggur. Það er yngast. Já. Sex sekúndur eftir á skotklukkunni, þannig að þeir verða að fara að skjóta. Nei, það var á seitt. Það er svo seitt að klára þetta. Þetta er allt opið. Flóri að fara hann á skot. Já, þetta er rétt. Nemanja slær boltan hann út af. Vestri ennþá í svæðisvörðinni. Já, nei, nú er Nemanja komið með 4 villur. Nei, Bósja fyrir ekki 4. villan á hann. Það er skipting að sjálfsögðu. Haukur kemur inn á fyrir Bósja. Everett setur fyrra skotið honni. Og Svíðara, já, klára það. Hugi kemur hérna um boltan, Florian dekkar hann. Já, kemur boltan niður. Já, Ingjumar með 3 stæðar skot. Aðeins stuttur. Það er brotið á Nemanja. Nú sýndist mér Hamar var að koma í 2-3 svæði. Getur það verið? Já. Eða hvað? Já. Setjum fyrra vítið. Þetta er ansi jafnt. Klikkar á seinna reyndar. Það er 44-42. Hér taka Hamarsmenn sjálfsagt síðasta skotið. Það er 12 sekúndur eftir. Já. Það var skynsamlega gert, stoppa flæðið. Nú skipta þeir í maður og mann. Það er svona lítið eftir. Það er skrín.
Ég held að þetta sé réttu dómur reyndar. Þó allir séu ósáttu við það hérna. Það var 1 sekúnd eftir, þannig að nú verða menn að vera skynsamir. Nei. Það er brotið á honum. Það er brotið á leikmanni númer 10, Gabriel. Hann Hugi brýtur á honum og það eru 2 skot. Og hann klikkar á fyrra. Þessi leiklutur að enda eins og fyrsti leiklutin. Þeir fá 2 víti eftir að tíminn rennur út og þeir klikka öllum. Þeir klikka 4 vítum hana. Mjög dýrt fyrir Hamar. En þá komið leikli og eins og staðan er núna, já, það er 2 stiga munur. Vestri með 44, Hamar 42. Stigahæstir hjá Vestra eru Nebósia með 13 stig, Nemanja með 14 og Andri með 11. Aðrir með minna. Hjá Hamri er Marko með 6, Everett með 24 stig. Hann er svolítið hár í hlutfallinu með rúmlega helming stiga Hamars. Vestramenn eru í Nebósia er komin í villuvandræði hjá Vestra. Hann er komið 3 villur og Hugi með 3. Nebósia er komið 4 villur og Hugi með 3. Þannig að það getur verið svolítið þungur róður fyrir Nebósia í seinni hálfleik. Það þarf alltaf að passa sig vel. Og hjá Hamri er Dóvítas komið 4 villur líka og Marko er með 3. Þannig að það eru svona svolítil villuvandræði hérna báðum liðum. En við komum aftur hérna eftir skamma stund.
Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes I wonder, will we be around to see forever on the solar cloud? Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you.
not in the fast lane. I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. But if we listen to each other, admit our mistakes, then I can show you who I am, because I'm not the same. I'm better with you. Jæja, þá fer síðara hálfleikur að byrja. Ég gæti alveg trú að þetta yrði svona, yrði bara mjög spennandi alveg til leiksloka, það kemur mér ekkert óvart. Þetta er búið að skiptast svona svolítið á milli liðana að vera með fórustuna undanfarið. Og þetta verður bara fróðlegt að sjá hvernig þessi leikur mun þróast. Jæja, Vestri kemur hérna í sókn. Það dræfar Andri á körfuna og óheppinn þarna, bolti skildi ekki hafa fyrir honi. Fjórða villan á huga. Þetta var nú svona óheppnisvilla einhver. Það sýndist hann hafa krækt fótinn hann aðeins í hann. Það var bara, já, má segja að þetta hafi verið óheppni. Ja, Vestri fyrir áfram í 2-3 svæðisvörn. Það treysta aðeins á hana. Þetta er fín sending þarna. Hann má ekki skilja þennan eftir opinn, þess að hann er með ljómandi fín skytta. Hann hérna Geir Elías. Já, ég fer hérna nokkuð sterkt á körfuna en næri ekki alveg að klára þetta. Otto keyrir hérna upp, missi boltan, næri hann aftur, bara á boltan og það er uppkast og Hamar á boltan. Það er uppkast hérna. Fín boltarhefing og enda Otto missi boltan en þeir ná frákastinu, ná hann aftur og Florian tekur þriggjastaðarskot hérna. Hann kemur Vestri upp völlinn. Andrei tekur hérna stutt fade away og næra læð honum á bóni. Þetta er smá lukka hérna í þessu líka. Everidge á boltan þegar hann fær skrínið. Já, fín vörn, fín boltarhefing og þessi má ekki fá opið skot. Já, Vestri nær frákastinu. Já, nú er bara spurning að stilla, það er skynsamur. Haukur tekur þriggjastaðarskotið, já og hann setur það hérna. Þeir svona hálfpartinn voru að svona stríða honum aðeins. Biðja hann að taka skotið. Og hann lætur ekki bjóða sem það tvísvar. Smelti þessu þarna. Já. Það var að vera fín. Já, þetta er vel gert hjá Oddi. Dræfar hérna, dissjar, skilur, setur upp gott galopið skot fyrir Florian sem setur það. Já, nefnum hann að keyra á körfuna hérna bara beint. Já, þetta er onni. Nei, óheppinn á það. Já, missir boltan út af Marko. Þannig að lánið með vestramönnum. Já. Fín boltarhefing. Að gera, hreyfa boltan aðeins. Það er oft skilað einhverju ljómandi góðu eins og þetta með þessu. Andri setur hana. Hann er nokkuð solid á þessum miðfæris stökkskotum. Everidge með þriggjastaðarskot. Ná ekki frákastinu. Fínt sóknarfrákast. Hamar. Já, fín boltarhefing.
Já, blokkað skot þarna hjá Nemanja. Já, og skotklukkan rennur út. Ljómandi fín vörn þarna. Manni líður alltaf hálf einkennilega þegar maður blokkaður. Ekki að maður hefur lent í því oft sjálfur sko, en þegar það gerist þá það er frekar leiðilegt. Já, Haukur dræfar hérna bara sterkur á körfuna og óheppinn að klára þetta ekki. Fín barátta þarna í sóknarfrákastinu hjá Nemanja. Það er svona eftirtektarvert að hann er svona eiginlega sá eini sem er að fara í sóknarfrákastin. Já, nú kemur. Ég bjóst alveg í tróðslinu þarna, en það var nú nokkuð stór leikmaður sem var fyrir framan hann. Þetta var fín keisla á körfuna, hann fór sterkt á þetta. Fekk villuna. Þetta er 4. villan á Marko, þannig að þeir eru þarna 2 konum með 4 villur. Marko og Dóvítas. Hugi kemur hérna með fínasta skot í víti. Það er alltaf hægt að segja þessi fínt eða fyrir honi. En klikkar á seinna. Já, nú ætlar Everett að fara að taka til sinna ráða, keyrir á körfuna og klárar þetta. Það er vel gert, þó þetta líti voðalega einfalt út, þá er þetta ekkert eins einfalt og það lítur út fyrir að vera. Ingimar með boltann, þarna, já. Flott sending hjá. Fín sending hérna á Huga sem klárar þetta. Já, nú er þeir hálf eitthvað ráðalausir. Þannig að skilum bara galopin eftir. Það var ekki alveg viss hvað hann ætti að gera sko, það hikaði að tapa eins og venjulega. Þannig að hann hikaði og hitti þessum ekki. Það er brotið á Nemanja. Florian setur hendur þarna báðar í bakið á honum og Hamar tekur leikhlé. Mati ekki alveg nógu sáttur með vörnina af varnarleikinn. Nú ætlar Mati örugglega að teikna eitthvað upp á móti svæðinu. Það hljóta að vera á planinu. Plús það að undirstreka mikilvægi varnarleiksins. Það er oft mikið upplýsingum sem menn vilja koma á framfæri á þessari 1 mínútu. Menn þurfa að tala hratt. Og menn þurfa að hlusta hratt líka. Það er innkast hjá sem vestri á. Já. Ingimar kemur boltanum á Nemanja. Hún bakkar Florian niður og næri ekki að klára þetta. Aðeins svo. Já. Fín sending og klára þetta. Já, þetta er skynsamlega gert. Fyrst að annað borð. Já, gott frákast. Já, hann missir boltan út af. Þarna voru Hamarsmenn óheppnir. Misstu boltan þarna eftir fumble.
Já. Það er fín boltarhreyfing hérna að láta boltan ganga en svo keyrir Andri á körfuna en það skilur ekki árangri. Við grunum að hann ætli nú beint á körfuna niður restin. Nei! Já, ætlaði að gefa hann þarna en... Já, leikur fjárinn þetta var sérkennilegt skot. Gáðum huga. Það er halda sig við svæðisönduna og nú kemur ótímabært skot. Það var nú Gabriel. Já. Og Andri nær frákastan Hugi klikkar hérna og frekar erfiðu skoti en Andri nær frákastan og skorar. Já, þetta er nú tiltölulega opið skot þannig að þetta var fín boltarhreyfing. Já, nú þetta er bara, það er allt galopið þarna. Hugi klárar þetta ljómandi vel. En þá haldaði sig við staðisöfna, þetta hefur nú verið að fungera bara ljómandi vel. Og Flórian með þriggjastaðarskot og setur það, hann er ansi öruggur á þessum þriggjastaðarskotum. Búinn að vera, búinn að setja 3 held ég í dag. Með mjög góða nýtingu. Já. Horfðu á körfuna. Já. Þetta er til dæmis ekki alveg nógu gott skot. Já, fín boltarhreyfing. Þarna er þetta. Þessi dettur. Næstu því. Já, góð barátta og Hamar nær svona frákastinu, keyra upp hérna. Þeir taka bara fyrsta galopna skot sem er ekkert alltaf svo vitlaust. Og Andri skrefar hérna, já þetta er rétt. Þetta var aðeins og mörg skref hérna. Það er skipting. Inn á kemur Geir, sýnist mér, og Oddur fer út af og Kristinn kemur inn á líka. Flórian fer út af. Já. Þetta er rosalega flókið, en samt reddaðist það. Kristinn hann með skoten, klikkar. Já. Það fá auðvelda körfu hérna. Þetta Matthijs er mjög ósáttur við þetta. Þeir eru 3 leikmenn vestra á undan upp völlinn. Já, setur hann Gabriel ekki þristinn. Bara ljómandi vel gert hjá honum. Já, Ingimar dræfar hérna og gefur boltan. Já, þetta er bara fín sending og Haukur með þristinn en klikkar. Hver Nemanja tekur frákastið. Ingimar með þriggjastaðarskot og setur það. Vel gert. Nú þurfa menn að rífa sig aðeins upp. Já, hendur. Já. Óheppinn hérna. Gabriel missir boltan. Þannig að aðeins að flýta sér of mikið í staði fyrir bara að stilla upp á móti svæðinu og láta boltan vinna þess. Skipting hjá hérna vestra. Hugi kemur út af. Hilmir kemur inn á. Já. Hilmir kemur upp með boltan. Gefur hann á Hauk hérna. Já. Flott sending á Hauki hérna. Gott kött hjá Andri. Og hefði klárað þetta. Það mátti nú litlu mun að hann hefði mist boltan þarna en þetta hafðist. Nú er allt í einu komið 9 stiga munur. Þetta er fljótt að gerast. En Matti neyðist þess að hérna vera með Dóvítas á bekknum. Með 4 villur. Marko er reyndar með 4 villur líka. Þetta er fallega gert. Þetta var vel gert bara.
og Marko. Þannig kemur Haukur upp með boltan, sendir henni á Andrei. Hérna er Galop og skot. Og hann setur það! Hann setur það, hann Hilmir. Hvernig spyr maður? Vel gert, góð sending hann á. Og vel klárað. Sko, hérna er að spila boltanum bara nokkuð vel. Já, gott kött þarna. En nú er að menn að stíga betur út. Everett er svona við það að fara að klára þetta. Nei, þeir eru óhefnir hérna mjög. Þeir eru búin að, hérna, þetta var mikið fumble hérna. Andrei, já, ég ætlaði nú að segja hvort þetta væri ekki villa. Andrei nær boltanum eftir allt þetta fumble, keyrir upp völlinn og fær endraði að fá hérna víti. Já. Skipting síðan við skotmann, Andrei kemur út af eftir þegar hann er búinn að setja vítinn. Það var fyrsta villan á hann Kristinn. Og 14 sekúndur eftir að þriðja leikluta, þannig að ég býst við að Hamar miði að því að taka síðasta skotið. Það klikkar henni á, en Nemanja nær frákastinu. Nei, hvað gerir hann? Hann hendir honum bara frá sér. Og þeir fá lay-up og vill að auki. Þetta er hrikalega klaufalegt. Þarna á Nemanja bara að vera rólegur og klára klukkuna. En það mér sýnt að hann reyndar svona vera við að missa jafnvægið hann út af, þannig að það er kannski þessuna sem hann náði ekki að setja almennilega sendingu. En þetta er dýrt fyrir Vestra. Kristinn klikkar að setja en nú eru 5 sekúndur eftir. Þannig að þetta var góð tilraun þó svo úr því sem komið var. Hann varð að skjóta strax, hann náði að hleypa skotinu af. En þetta var ansi stuttur tími sem hann hafði þarna til að skjóta. Þetta er, ég held að Vestri, hann Yngvi hljótur nú að vera nokkuð ánægður. Vestri vann þennan leikluta með 7 stigum. Og aftur virðist svæðisvörðinni verið að koma nokkuð sterk inn. Þeir eru svolítið óþolinmóðir Hamarsmenn á móti svæðisvörðinni. Þeir eru svona vilja dræfa bara strax. Staðið fyrir að lefa boltana kannski aðeins að ganga og þreyta vörnina pínulítið. Taka svo dræfið ef að opna skoti finnst ekki. En það er misjafnt hvernig menn tækla þetta. Það gengur og gerist. Þá er það bara síðasta leiklutin, 4. leikluti. Þannig að Bósi er ennþá út af. Og hann var í rauninni spilaði nánast ekkert í 3. leikluta. Ef nokkuð, svei mig þá. Bara að vera að bíða eftir að klukkan renni út. Það þarf að koma smá meiri hreyfing. Nú er eins og það sé ekkert að gerast. En það gerðist það að Þetta er ekki draumabyrjun fyrir Vestra en hins vegar draumabyrjun fyrir Hamar. 2 skot og, nei hérna segi ég, Karfa góð og vill að auki.
og tróðsla. Það var bara vel gert hjá honum, Marko. Hann þarf hins vegar að passa sig í þessu leikluta, hann er komið 4 villur. Hann setur vítið. Já. Hann kemur nefn á svein á. Staðan fyrir hvern veit ég ekki. Jú, Ingimar. Hitt fyrir Ingimar. Já. Fín boltarhreyfing, hreyfa boltan aðeins. Já, frábærlega gert. Það er frábær vörn líka þarna hjá Everest. Þetta var bara skemmtilega gert en já. Ég held að Gulli var að fara að taka enn eitt ruðninginn. Já, því þetta er voni sko. Þetta er bara pottið svona. Hvernig vissi ég þetta? Hann er svolít þarna úr hófnunum hann Hilmir. Mjög svolít. Það er spurning hvort að ná að svara þessu strax. Fínt kött þarna og Everett kemur og klárar þetta. Hann er nokkuð fimur hann í loftinu. Mjög fimur í loftinu. Herru, þetta er nú, annarkvort er þetta sóknarvilla eða... Já, nú er ég svolítið gáttaður. Þetta er svolítið seint dæmt. Já. Þetta var svolítið seint dæmt. Annarkvort var þetta sóknarvilla eða hindrun. Það kom ekkert annað til greina held ég. Og ekki sáttu við það, Matti, það var svolítið, enda líka svolítið seint dæmt, verður að viðurkennast. Já. Það er 11 sekúndur á skotklukkunni, við þurfum aðeins að fara að huga að því. Við þurfum að bráðum að fara að finna skot. Það er leikhlé. Ingu ákveður að taka leikhlé. Ekki alveg sáttur hvernig þetta er að þróast. Ætlar að teikna upp eitthvað skemmtilegt núna. Gerir ég ráð fyrir. Eitthvað flott innkastskerfi. Það er ágætlega mætt á áhorfendum hérna í kvöld og svo geti alltaf verið meira eins og gengur og gerist. Endilega hvetja alla sem eru kannski fyrir sunnan að kíkja á leiki alltaf þegar Vestfirðingar spila fyrir sunnan. Já. Þannig kemur innkastkerfið nú þurfa að vera flýtar ekki að gefa inn. Já. Náðu þess að... Það er Oddur mjög góða vörn hérna. Og tekur leiðarpið. Þetta er frábær vörn hjá Oddi hérna. Þetta er hann mjög öflugur varnarmaður. Góða fótavinnu. Já, nú kemur boltinn í low post. Florian að dekka Nemanja. Já, fín sending hérna. Gulli með boltan 5 sekúndur eftir að vera að skjóta. Já, hann fær villuna, sækir villuna þarna. Var nokkuð heppinn þarna myndi ég segja. Þetta var nú eitthvað lítið sýndist mér. Ekkert eitthvað til þess að... Já, mér sýndist þetta nú vera frekar lítið. En það er nóg stundum að það sé lítið, það er nú bara þannig.
Sæbó setur skellir svona í. Og seinna líka og það fín vítanýting síðan mér í þessum leik hjá Vestra. Já, þarna Oddur Dúll að dræfa inn og finna opna manninn og þetta er ekki, gott frákast hjá Marko. Þetta er erfitt skot en hann setur það samt. Setur þristinn hana. Hann er ansi öflug, komið með 31 stig, hann er komin í meðaltalið sitt. Rétt hæflega. Vantar bara 0,8 stigi viðbútt til að ná meðaltalinu. Það geti hins vegar verið mjög flókið að ná 0,8 stigi. Frábær barátta hjá Marko. Þetta er nú bara svakaleg slaufa þarna. Já, og brota á Nemanja. Svakaleg slaufa þarna hjá hérna Geir. Og það er leikmaður. Já, það var Geir sem að braut. Nemanja. Nú vantar smá hjálp. Sýnist mér. Já. Hugi veitir hana. Á þess að hika. Já, flott sending hana. Og svo, þetta er hún í. Næstu því. Já, aftur villa. Aftur. Og nú er Flórian mjög ósáttur. Með þetta. Já. Ha. Og það er innkast, sýnist mér. Þetta var fjórða villan af Flórian. Já. Og nú er það en sóknar þetta Nemanja. Hún krækir hana að mati dómarans. Sem að ég held að sé nú kannski ekki alveg rangt hjá honum. Setur olnbogan hann út. Svolítið ákaft. Og hann ætlar þessi þriggjastaðarskotið aftur. Í feitavei þrist. Þetta er ekki, auðvitað er þetta fínt ef hann hittir þessu en þetta er svolítið svona hæpið að vera að taka feitavei þrista. Oddur alltaf grimmur í vörninni. Nær að slá boltan hann um það. Já, aftur villa. 5. villan á Flórian. Nei, það var á Everidge. 3. villan á Everidge. Og já, þetta er 3. villan á Everidge. Og ef ég skil þetta rétt þá held ég að sé bónus. Þó svo að raunverulega sýni taflan ekki að það sé. Jú, það vantaði hann eina villu. Á Odd. Þannig að það er komið bónus. Já, Nemanja setur fyrra vitið. Og setur seinna vitið líka. Ég held að það er búin að sem 100% nýtingu inn í dag. Eða hvað? Já, frábær sending. Og vel klárað af Marko. Það var frábær sending hana.
Everidge. Þessar gólsendingar eru oft ansi áhrifamiklar. Þetta nú, já. Já, vel gert. Já, þetta Karfa góð. Hann togar í netið. Everidge togar hann í netið sem gerir það verkum að Karfan dæmd góð. Já, fín vörð hérna hjá Andrei. Það skipting, út af kemur Hilmir og Ingimar kemur inn á. Það skrín fyrir Everidge. Hann keyrir hérna og þeir finna hann aftur. Já, ég held að sé ráðulegt að vera ekki að láta hann mikið að skjóta. Það er ekki þennan heldur reyndar. Það er á frákastinu. Florian tók hann skot, byggastæða skot. Nei, þetta er alveg skelfilegt. Skelfilegu varnarleikur hana. Florian var bara galopið layup. Uncontested. Á þess að hendi upp á móti. Já. Já. Þetta var svolítið snúin sending hana en sendingin hefði mátt koma aðeins fyrr, hugsanlega. Þannig að hann er að fara frá körfunni þegar hann fær boltan. Það er frekar óhentugt. Andri fær 2 víti. Það er að vera svolítið duglegur að keyra á, eða fyrir vestra að minnstakosti, að keyra á körfuna núna. Þeir eru komnir í bónus. Vörnin þá að vera ansi öflug. Það að stoppa það. Og Hamri. Og það er skrín. Og já, finna hann galopin. Þetta er flott, þetta er vel gert. Vel útvart. Geir fær hann gott opið skot. Já, það koma boltan niður á Andrei. Fín hreyfing á boltanum. Þetta er bara ljómandi vel gert. Það er óheppni að hann skora ekki úr þessu. Nemanja að fá sína 3. villu, sýnist mér. Þetta ætlar að vera ansi jafnt og spennandi. Greinilega. Þetta verður svona naglbítur. Duglegur að keyra inn og setur út að jafna leikinn. Það er 80-80. Þetta er, menn verða að vita hvar helstu ógnarnir eru allan tíman, sko. Það er svona mjög stórt atriði. Ingimar keyrir þarna og setur þarna skúp skot einhvern veginn. Mjög skemmtilega gert. Og aftur fær Florian bara galopið skot. Þetta er alveg stórmerkilegt. Andrei, hvað er hann að gera? Þetta er ekki gott heldur að skilja hann eftir svona opinn. Hvað þá tvisvar? Jú, það er blokkað bara. Hugi blokkar hann þarna, skemmtilega. Já. Með bóðs að skora. Og það er leiklega. Matið tekur bara leiklega samstundis. Leið og boltin er komin í gegnum netið þarna. Já. Væntanlega hefur vantað 2 stig þarna áðan. Staðan er 84-80.
Þetta lítur út fyrir að ætla að verða mjög svona spennandi undir lokin, sýnist manni. Nú Everett er komið með 34 stig hjá Hamri og Marko með 13 og Geir 11 stig, Gabriel 3 og Dovitas 3. Ég sé reyndar ekki hvað Oddur, Arnór og Florian er með, taflan er eitthvað biluð. Hjá Vestra er Andrei kom með 22, Nemanja með 18 og Nebósu 17. Hugi kom með 11, Ingimar með 5, Hilmir með 8, Haukur 3. Stig. Jæja. Og hann fær, nei, já, þetta er létt og laggott. Hérna fær Oddur Galop með skot. En mér fannst það svona á honum eins og hann hefði ekki trú á þessu sjálfur. Hann myndi setja þetta einhverju hluta vegna. En nú borgar sig að vera skynsamur bara og stilla upp og gefa sér tími í það. Þetta virðist að vera eitthvað staðnað. Nei, þetta er erfitt skot. Öðrum fæti svona flóter. Já! Já, þetta var eitthvað lítið fyndist manni. En það dugar. Það dugar. Það þarf ofta ekki að vera mjög gróft til þess að sé villa. Já. Já, hérna hefði mátt jafnvel dæma fót. En þetta var uppkast og það er Hamar sem á boltan. Hamar á boltan. Það er 15 sekúndur á skotklukkunni, nógu tími. Nei, og hérna fær hann næst í skotklukkunni. Hei, þetta er mjög fínt kött þarna hjá Oddi. Menn verða að tala saman þegar hérna í svæðisvörninni. Það er nú algjört lágmark. Já. Setur þarna, færi þarna mjög slæmt högg í magann. Heyrðu, já. Þetta er nú bara eins og þetta sé nánast. Það leit ekkert alltof vel út þarna þegar ég sé þetta aftur. Hvort þetta hafi nú verið, ég efast nú að Oddur hafi alltaf að gera eitthvað svona viljandi en það leit út fyrir að eins og hann hefði bara krækt að dundra olnbónum í magann á honum. Já. Boltanum kom inn á Nebósa. Já, þetta er næstuði vel gert. Það er ekki miklu og Marko kemur hérna og ætlar að klára þetta bara. Já, og hann gerir það næstu því. Já. Já, það er dæmt skrif á. Ég er ekki frá því þetta sé réttu dómur. Hann var náttúrulega komin í svona kleinuðan undir með 2 stóra menn yfir sér. Já, hann bakkar hérna með fótinn, sýnist mér. Lyftir fætinn. Já. Já, fín sending hérna hjá Nemanja á Ingimar. Það eru 2 mínútur eftir og 2 stiga munur. Þetta ætlar að vera ansi skemmtilegt. Andri upp í stutta og millidjafnfæri. Já, þetta er flott. Hjá honum. Og nú keyrir Oddur upp hraðan bara. Ætlar að dræfa bara hérna til mark. Nei, þetta er ekki vel gert. Nema, jú, mjög vel gert hjá Everett. Hann skorar hérna, hann vill á auki. Vítaskot á auki. Það getur komið munum niður í 1 stig. Þetta var 4. villan á Nemanja. Þetta er ansi spennandi bara. Það verður að segjast.
Já, hárrétt, hann farin inn löngu áður en að skýta boltanum. Það víst ekki leyfilegt. Oddi fór þarna full snemma inn. Já, boltanum komið inn, já. Þegar Manja kemur hérna verið boltan, takk fyrir. Hann verið nýjasti hérna. Já, þeir ná að bjarga boltanum hérna ansi skemmtilega. Hamar. Og nú kemur skrín hérna fyrir Everett. Og hann keyrir á körna. Þetta næstu því bara nokkuð vel gert, en nær ekki að klára þetta. Nú spurning að vera skynsamur. Stilla bara upp, gefa sér tíma. Settu þetta, drengur. Nei, það hefði verið mjög fínt hefði Ingimar sett þennan bolta. Fyrir vestra þar að segja. Já, og nú setur, nei, þarna var vestri heppinn að Geir skildi ekki hafa sett þetta skot. Já, þetta ekki skynsamlega gert hjá honum, Oddi. Brjóta á honum. Að brjóta á honum hérna Nebosa þegar það góða bónus. Sérstaklega ekki í þessari stöðu. Þetta var að ég held mér að segja 5. villan hans. Já, þetta 5. villan hans. Já, þetta vel gert hjá Nebosa. Núna skiptir hvert víti verulega miklu máli. Það alveg ljóst. Og hann setur í bæinn. Já. Og Matti tekur leiklið samslutis. Mega nú passa sig að vera ekki ofurfljótur að fagna núna, þannig að eins og ég sé þetta fyrir mig þá munu þeir koma boltanum eins fljótt og þau geta á Everett sem annarkvort dræfar og tekur dræfar eða þá reynir að finna bara opið skot eins fljótt og auðið er. Ég hugsa að það sé svona það sem lagt verður upp með. Og þá er mikilvægt að vera ekki að brjóta. Þá þarf vestra að passa sig að brjóta ekki. Heldur reyna að láta tíman líða, spila bara vörn eins öflugt og lengi og þeir geta þess að drepa tíman. Og ef að Hamar nær að skora þá ger ég ráð fyrir því að Yngvi taki leikhlé. En nú snýst þetta bara að vera fyrir Hamar að reyna að ná tiltölulega fljótu skoti. En góðu, engan síður. Það hættið að þeir muni brjóta ef þeir, og svo muni þeir að sjálfsögðu brjóta bara leið ef þeir missa boltan og jafnvel ef þeir skora. Nema þeir ná að skora mjög innan 30 sekúndna eða eitthvað svoleiðis, þá kannski brjóta þeir ekki. Ja. Marko taka innkastið. Þetta alltaf skemmtilegt, þetta svona smá spenna í þessu. Hérna kemur skrínið. Já, að sjálfsögðu frábærlega gert hjá Huga hérna. Þeir vissu nákvæmlega hvað að fara að gerast. Að sjálfsögðu á Everett að fá boltan. En þarna fóru strax 4-5 sekúndur í súginn hjá Nei. Já, ekki brjóta. Og hann keyrir að sjálfsögðu á körfuna. Já, hann gefur boltan. Nei, hann var að skrif. Já, frábær vörn hjá Nebo. Já, skynsamlegt. Hugi, skynsamlegt. Já, skynsamlega gert. Ekkert að drífa sig. Bara að taka sér tími í þetta að reyna að ná klukkunni niður. Þetta er bara skynsamlega gert. Þetta er bara hann er bara eins og reynslu bolti hérna. Hugi.
Veit alveg hvað að gera. Magnað að sjá svona hjá svona ungum strák. Einhverjir hefðu bara farið beint á körfuna. Já. Hún setur þetta. Þetta er gaman að sjá þegar menn setja svo bæði vítin að auki. Hann er bara hérna svona að fara langleiðina með þennan leik. Ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Þó svo að það sé aldrei hægt að segja aldrei í körfubolta. Maður hefur séð 8 stig skoruð á svona tíma. 18 sekúndur. Það er hægt. Þó að það sé svolítið fjarlægur draumur. Það er alveg ljóst að Everett sá að fá boltan og hann verður doppeltímaður og annarkvort fer hann í mjög þvingað skot eða þá hann finnur einhvern sem er galopinn sem verður þá að taka skotið. Það er ekkert flóknara. Hann verður bara fara beint í þriggjastaðarskot. Já, nú tekur hann það. Nei, þetta var allt og opið fyrir hann. Já, og Andri tekur, þetta nú. Hann dæmi Villu og Andri. Já. Já. Ég sá þetta ekki almennilega, ég ætla ekki að fara að dæma þetta. Það er lítill tími eftir fyrir Hamar. Við gerum jafnvel ráð fyrir að Ingvi taki leikhlé ef hann hittir á báðum. Nei, hann klikkar á skotinu Dóvítas. Nei, setur setna. Nei, þeir ætla ekki að taka leikhlé. Já, það er brotið. Já. Og ásendingur. Það var ekki alveg, þetta er 15 villan hans Dóvítas. Þannig að hann er farin út af. Þannig að ég held að sé nokkuð ljóst að þessi leikur sé búinn. Og ljúki með sigri Vestra. Nei, þá klikkar hann Nebósja. Hann hefði getað geirnelt þetta með því að setja bæði skotin núna í. Hann setur annað skotið. Kemur þessi 6 stig. Já. Það er brotið strax á Huga. Marko er komið með 50 villuna sína. Arnór kemur inn á staði fyrir Marko. Já. Það er ekki nema 7 sekúndur eftir, 6 stiga munur og
og Vestri á línunni. Þannig að þetta er orðið svolítið, það er óvægt að segja að þetta sé búið held ég. Hugi klikkar á fyrravítinu. Já, skellir í síðan að þá er þetta búið. Já. Já. Já, og þar með rann þetta út. Ágætis sigur fyrir Vestra. En það má alveg segja að Hamar hafi gefið þessu góðan séns. Heldur betur, ætlaði ekkert að selja þessu ódýrt. En þá voru bæði lið komin í svolítið villu vandræði. Hérna stigahæstu menn hjá Vestra, það er André með 24 stig, Nebósi með 20 stig, Nemanja með 18 stig og örugglega annað eins af frákostum, kemur ekki á óvart. Hugi með 14 stig, Hilmir með 8 stig, Ingimar 5 og Haukur 3. Hjá Hamri var Marko með 13 stig, Everett með 36 stig, Geir með 11, Gabriel 3, Vítas 4 og svo verð ég bara því miður að segja ég sé ekki hvað aðrir voru með. En já, ágætis leikur, mikilvægur sigur í toppbaráttunni fyrir Vestra. Og við bara þökkum fyrir okkur í kvöld.